Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Það vil svo skemmtilega til að það er bara rétt vika í Valentínusardag og Valentínusardagur hafa nú uppaflega þannig að fólk sendi hvort öðru kort að þess að skrifa undir, þannig að gefa til kynna að það hefði áhuga á viðkomandi eða annað þess aftar. En gestur minn í dag, hún Jóna Björg Sætran, hún er Feng Shui, við getum ekki sagt meistari því að hún Ráðgjafi. já, ráðgjafi allavega og hún ætlar að vera með nokkur ráð fyrir okkur það hvernig við getum laðað til okkar ástina og hvað við þurfum að huga að í því og hvernig við getum sett aðeins meira líf í núverandi sambönd. Velkomin Jóna Björg. Það er kærlega fyrir. Takk. Heyrðu, eigum við ekki bara að gefa þér orðið og leyfa þér að fara strax á stað og spjalla þetta skemmtilega mál. Frábært, þakka þér fyrir það. Það langar mig til að byrja á því að bjóða ykkur sem er að hlusta á okkur að fara svolítið vel yfir það sem ég ætla að segja ykkur núna á eftir og athuga hvort það sé ekki eitthvað þar sem þið getið nýtt ykkur. En mér langar að byrja á því að tala það að það sama hvað það er sem okkur langar til að fá inn í okkar líf, að þá verðum við að hafa trú á því. Og við verðum að geta séð það fyrir okkur í huganum hvað það er sem okkur langar til að laða inn í lífið okkar. Svo það er ótrúlega mikilvægt og kannski aldrei mikilvægara heldur en núna. einmitt. Og þess vegna er svo mikilvægt að maður bara byrji á því að hugsa hvað er það sem ég vil og hvers vegna vil ég það og hvaða breytingar mun það gera á lífi mínu. Og þegar þú ert búin að hugsa þetta og gera þér grein fyrir þessu, þá skaltu koma þér fyrir á einhverjum rólegum og góðum stað heima hjá þér, slaka vel á og reyna að sjá þetta fyrir þér í huganum. Og þú skalt líka reyna að kalla fram þá tilfinningu innra með þér sem þú getur ímyndað þér að þú munur upplifa þegar að þú hefur náð að laða þetta að þér. Þetta er lífið þínu. Og svo er annað, við verðum að hafa trú á því sem við erum að gera. Við verðum að hafa trú á því að við getum gert þetta. Og ef það vantar eitthvað smávegis upp á sjálfstraustið, þá er örugglega einhver í kringu þig sem að getur hjálpað þér til þess að efla sjálfstraustið þitt og koma þér í gang með að gera það sem þig langar til að gera. Leggur þið til, fyrir ekki að ég spyrja aðeins, leggur þið til að fólk skrifi niður? Já. Til dæmis, eða klipp út myndir eða eitthvað þess aftar? Já, það eru þretti svo ég kem að einmitt það núna á eftir. Já. Hvernig það sé gott að gera þetta. Og aðeins komaði inn á Mary Diamond, fengsumestarinn minn, hún leggur svo mikla áherslu á það að það sem að við séum að vilja fá innra með okkur, að það sé umhverfin okkar líka. Svo heið innra, svo heið ytra. Já. Og þess vegna er mér svo mikilvægt að við skrifum niður lýsingu á því sem okkur langar til að verði og ekki síður að teikna það upp. Sumir búa sér til svona draumaspjald og klippa út myndir og setja saman. Það er líka hægt að teikna bara upp á pappír. Það er hægt að gera það á ýmsan hátt. Já. En nú vitum við frá því að við vorum að spjalla síðast, Guðrún, að þá kom inn á það að umhverfið okkar getur haft alltaf 33% áhrif á það hvað er að gerast í lífi okkar. Það er náttúrulega ekkert smá. Það er ekkert smá. Nei. Og þess vegna langar mig líka til að spyrja þá sem að eru hér að hlusta. Þannig hafði ég glemt að slökkva á símanu fyrir geðu, þannig að hann pípti. Ekkert mál. Bara daglegt líf. Að hvað er þið með í kringum ykkur, heima hjá ykkur, sem að minnir ykkur á það sem að þið viljið laða að ykkur inn í líf ykkar. Og að því að við erum að tala um Valentínusardaginn og við erum að tala um að laða ástina að okkur eða lífga upp á núverandi samband, hvað er þið með í kringum ykkur sem bendir ykkur á það að þið eruð að vilja fá meiri ást og umhyggju, betri samböndin í lífi ykkar? Hvað eru þið með á
veggjónum í kringum ykkur? Hvers konar myndefni eru þið með í kringum ykkur? Eru það myndir af einmana konum? Eru það myndir af fólki sem er að ganga í burtu frá ykkur eða er fólki að koma til ykkar? Þetta skiptir ótrúlega miklu máli þegar við viljum laða nýtt fólk inn í líf okkar. Og mér langar að minnast hérna á myndbandið The Secret sem að þú þekkir vel, Guðrún, Já, og margir sem eru að hlusta á okkur hafa örugglega séð það líka. já, Og þar Mary Diamond kemur nefnilega svo mikið við sögu í þessu myndbandi. Og í einni senunni þá er hún að tala við ungan mann sem að var orðið svo þreyttur á svona skammtíma samböndum og vildi finna ástina í lífi sínu. Og í myndbandinu kemur fram að hann var með fullt af myndum í kringum sig á konum, en enginn þeirra horfði beint á hann. Heldur voru það svona horfa niður á við eða þá að það snéru bara alveg baki í hann. Þannig að hún bað hann hann var mjög listrætt þessi maður, hún bað hann að teikna myndir af sínu óskasambandi, af sjálfum sér og einhverju konu sem að þau væru þá í innilegu sambandi og hafa það frekar, taka niður hina myndirnar og hafa myndir uppi af konur sem eru að horfa á hann eða konur sem eru með honum á myndinni. Hann gerði þetta og ég veit að hún heitt hann einhverjum mánuðum síðar eða hvort það var heilt ár og þá var hún komin inn í sitt draumasamband, hún að finna elskuna sína, en það sem meira var að á The Secret kemur fram að þetta hafi bara verið í stofunni hjá honum, en þetta var vist mjög víða í húsinu hjá honum, svona myndir, sagði Mary mér, að þetta já, gekk ekkert. Þannig að hugsiðu vel það hvað þið eru með á myndunum í kringum ykkur. Og ég verð að taka það fram að ég hef komið með ráðgjöf heim til kvenna sem hafa vilja laða að sér nýja lífsförunaut og eða góðan vin eða vinkonu og í nokkrum tilveikum þá mættu mér þegar leið og ég kom inn um dyrnar myndir af konum sem annarkvort voru einar eða sneru baki í þar sem var að koma inn. mjög merkilegt sko. Þetta er ekki gott og í einu tilvikinu þá var kona með mynd af sér inni í skáp. Vá, Já, og ég bað konuna, ertu til í að taka þessa fallegu mynd af þér og setja hana hérna fram, ekki vera með hana inni, lokaða inni í skápnum. Og þessi kona árið síðar, þá hafði hann einmitt samband við mig og sagði mér hvað þetta hefði breytt miklu fyrir sig að taka myndina út úr skápnum. Það hefði leitt til allavega á svipuðum tíma, það hefði hlutirnir farið að breytast svo mikið hjá henni. Hún fór að sjá tækifæri, sjá þetta nýja. það er náttúrulega sko ef maður lokar alveg á sjálfan sig og setur sig inn í skáp þá er það náttúrulega Það er ekki beint gott. það er ekki góður staður að vera, ekki í lífi sko og svo sem aldrei, en það er já, þetta er ótrúlega mikið, ég er náttúrulega lítið hérna í kringum mig og skoða hvað er á veggjunni hjá mér og það er engin mynd af pari eða engin mynd af ekki einu svona mér inni, þannig að ég verður að fara að skoða þetta eitthvað. Já, það er að gera. Já, Svo myndist ég á það síðast að við eigum öll okkar góðu áttir og þú talaði einmitt það sjálf í síðasta tíma, þú hefði verið að nýta þínar góðu áttir. já, Og það fer eftir því hvaða ár maður er fæddur og hvaða dag innan ársins. Þannig að til dæmis kona sem er fædd 1952, svo við tökum nú þann góða aldur, að þá er besta árangursáttin hennar suður, besta samskiptaáttin hennar suðaustur, heilsuáttin hennar er norður og viskuáttin hennar svokallaða er í austur. Þannig að þá geti þessi ágæta kona setti myndir af sér sérstaklega og sínu óskarsambandi á vegg sem er í suður
sem er besta árangursáttin hennar, Já, eða í suðaustur sem er besta samskiptaáttin hennar. Hún geti líka sett teikningarnar eða það sem hún hefur búið til skriflega lýsingu já, og það á þessa veggi. ég skil. Þetta Já, er, þetta er svolítið einkennlegt að hugsa út í þetta, en þetta er allt háð hérna gangi himintunglana og ýmsum varðandi skammtabreytingar og eitt og annað sko skammtafræðina. já. Þannig að þetta virkar. Þetta virkar alveg vel eins og það að hlusta á stjörnuspeki sem að segir okkur eitthvað fyrirfram eða með líkindarenga. Ég ætla að gera örstutta pásu og koma með skilaboð hérna inn og svo höldum við áfram aftur. Hæ, Guðrún hér. Ég er með sérstök skilaboð fyrir allar konur sem eru 50 plus. Ég er með hérna bætefni sem heitir Enhanced Sex eða aukin kynorka. Og þetta er frábært fyrir allar konur sem eru komnar á breytigaldur vegna þess að í kringu breytigaldurinn þá dettur oft bæði kynorka og kynlöngun niður og hérna í þessu bætefni aðalinnihaldsefnið er makarótin og makarótin hún er unnin í Perú hátt í Andesfjöllunum og tími minkana að þá var þetta notað meðal annars til að gefa fólki aukið úthald og styrk og svo auðvitað fyrir kynorkuna en í þá daga þeir uppgötuðu ekki hjólið þannig að það voru bara hlauparar í fjöllunum þannig til að hafa aukna orku og úthald þegar þeir voru að hlaupa á milli staða sem voru svona sendiboðar að þá tóku þeir makarótina. Í þessu er líka estrogen og það er líka þessu cordyceps sveppir sem í rauninni bara styrkja úthald okkar og orku líka. Þannig að þetta er að mínum að þetta er alveg geggjublanda. Maður tekur 3 hylki á dag. Þú fær þetta bætefni eða þessa blöndu í versluninni Betri dagar sem er í Urriðaholtsstræti 24 í Garðabæ. Eða þú getur pantað hana inn á vefsíðunni betridagar.is og ef þú notar afsláttarkóðan GB15 þegar kemur á greiðslusíðu þá færðu 15% afslátt. Ég hveti til að prófa. Við erum komin aftur, ég og hún Jóna Björg Sætran og hún ætlar að fræða okkur aðeins meira það hvernig við löðum ástina inn í líf okkar eða í rauninni örfum sambandi sem við erum í nú þegar. Það er svona eins og sambönd degi hjá fólki á einhverjum ákveðnum tímapunkti að því að vaninn tekur yfir. Einmitt. Þetta getum við forðast, unnið gegn því. Svo nú erum við alls búin að tala að við getum teiknað myndir, skrifa niður lýsingar og það sem er svo mikilvægt að við hugleiðum inn á þessar breytingar sem við viljum gera, ekki satt? Jú, jú. Heyrðu, svo getum við notað svona ýmsa hluti til þess að örva hugsanir okkar gagnvart þessum væntanlegum samböndum okkar eða hvernig við erum að örva samböndin og minna okkur á það hvað við erum að gera og þá er það til dæmis varðandi blóm. Segjum að það sé einstaklingur sem að vill laða að sér maka, það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Þá eru bóndarósir, blómategundin bóndarósin talin sérstaklega vænleg til þess. Hins vegar, ef þú ert í góðu sambandi, þá viltu ekki nota bóndarósirnar. Þú vilt bara nota bóndarósirnar ef þú ert að reyna að laða að þér nýtt samband. Og þá svo þú vitir ekki í dag hverjar eru þínar bestu áttir, þá geturðu nýtt þér hvaða svæði í húsinu þínu eða í íbúðinni þinni eru sérstaklega hagstæð núna í ár til þess að gera þessa hluti. Og þá þarf ég aðeins að minnast á það að í ár er ár tré snáksins, snákur og snákurinn hann skiptur ham, hann fer á hamnum sínum og þess vegna er árið í ár sko sérstaklega tilvalið til að breyta til
til að byrja einhverju nýju, til að nýta sér ný tækifæri, til þess að örva sambandi til dæmis. Já, frábært. Og það sá hluti af húsinu eða íbúðinni sem hentar best og takið nú vel eftir er vestursvæðið. Sá Ok. hluti stúkunnar eða svefnabergisins eða íbúðarinnar húsins er vesturhlutin. Og á vesturhlutanum þá geturðu sett til dæmis, þú getur verið með tvö blóm saman, tvo fugla saman sem snúa að hvorum öðrum eða er að fljúga inn í íbúðina þína, inn til þín. Þú getur verið með tvo fallega steina sem eiga svona hjartalega steina úr hérna svona bleika steina. Þá getur þú sett þá á borð eða gluggasilluna en passaðu þá á því að láta steinana falla vel saman. Þeir eru ekki að vera langt í burtu, heldur eiga þeir að falla saman, hlið við hlið. Nær hvor öðrum, já, frábært. Já. Já. Og þú getur líka verið með eitthvað annað sem er gylt sem að fellur alveg saman, eitthvað fallegt, hvað sem þeir finnst fallegt. Það getur verið mjög gott líka að hafa svona mandarín-endur, myndir af mandarín-endur. Já, Og- svo kínverskar, já, Já, kínverskar mandarín-endur, það er hægt að finna svoleiðis myndir á netinu, já, ef maður á þar ekki sjálfur. já, Og tilvalið að hafa mynd af þér ef þú ert í góðu sambandi, hafa myndir af þér og maka þínum eða besta vini og hérna brosandi þar sem þeir eru ánægð saman að gera eitthvað skemmtilegt saman. Og svo er líka alveg ljómandi að nota það sem heitir tvöfalda hamingjutáknið, kínverska tvöfalda hamingjutáknið. já, þetta er rauða hérna, Já, því að stundum er það rautt, það er líka hægt að hafa gylt eða grænt. já, Það er mjög gott og öflugt að prenta út svoleiðis mynd og vera með á þessu svæði. já, bara prenta út myndina, heitir það bara happy symbol eða eitthvað svoleiðis? Já, það er hérna double happiness sign Já, ok, og hérna það er Frábært. líka mjög gott að vera með þetta í andirinu á íbúðinni þinni. já, takk. Ég held, sko, ég ætla bara að vara að hugsa að það er örugglega hægt að fá svona hjörtu í betra líf, til dæmis, Ábyggilega. svona sem að fólk getur sett saman og bleikir eru náttúrulega rósakvars og það er svona ástar og kærleiksteinn. Einmitt. Það er bara æðislegt. Mér finnst þetta mjög spennandi. Já, Líka ef að, hérna ef að þeir þar eða annars staðar eiga svona lótusblóm úr gleri, já, það er sérstaklega gott að nota þau glæri eða þá ljósbleik og væri tilvæli fyrir vestursvæðið að hafa þarna. já, Og hérna það er svona ýmsir smáhlutir sem að er hægt að nýta en alltaf að hafa þá saman í pari. Hafa tvo fugla, tvö blóm, tvo hluti saman þegar þú ert að leggja svona laga fram í þarna á vestursvæðinu eða í þinni rómantísku átt eða þinni bestu samskipta átt. já, mjög spennandi, sko. Það er mjög mikilvægt að En ef hafa. að fólk veit nú ekkert eða vill vita meira mína bestu átt eða þá býður upp á svona, hérna, Já, það er ráðgjöf. Já, ég býð upp á ráðgjöf í sambandi við það og það er hægt að fara þá inn á www.minn fengshui.is Já, og finna það þar. já, Og svo líka víða á netinu er hægt að finna einhverjar ókeypis upplýsingar þetta já, já, ef fólk vil leita að því. já, En þegar ég geri þetta þá svona fær fólk líka svona skriflegt það hvernig þú getur verið að nýta þær bestu áttirnar þínar og það er líka innifalið þegar fólk er á námskeiðum hjá mér. já, Er það innifalið í námskeiðinu bestu áttirnar bæði fyrir þann sem er að koma á námskeiðið og makan eða börnin í fjölskyldinu, alla þá sem að búa í viðkomandi íbúð sem að sá sem er að koma á námskeið á er með. það er ekkert smá. Það er náttúrulega bara æðislegt.
Já, þetta er mjög mikilvægt að vita bestu áttirnar sínar. Já, heldur betur, heldur betur. Og nú þar við verðum að skoða það sko að það er allt orka sem er í kringum okkur. Eins Já, og þú. Og það hvernig orkan er í kringum okkur og hvernig orkan er í því sem að við erum að hugsa okkur, að við viljum laða inn í lífið okkar, þetta hefur svo mikið að segja. Ekki bara fyrir okkur þá stundina sem við erum að hugsa þetta og fá kraft til þess að leggja eitthvað að mörkum til að gera þetta sem okkur langar til, heldur hefur þetta að segja fyrir alla, bæði þá sem að búa með okkur og þá sem koma bara inn til okkar. já, þannig fólk kemur inn í mismunandi orka eftir hvernig við rauðum upp og hvað við gerum og svona Já, já. já. Við erum að vinna að einhverju svona í húsin okkar eða íbúðin okkar. Það hefur áhrif á alla sem er að koma inn í rýmið. Já. Svo er eitt sem að við myndust nú á daginn líka sem er líka mikilvægt í þess að þú vilt vera að laða einhvern inn til þín og það er að muna að vera með laus herðatrimastu í fataskápnum. Ég verð að segja þér ég fekk skemmtilegustu pick-up línu sem ég hef fengið eftir þann þátt. Einn maður sem hafði hort, ég veit ekkert hver sem hafði hort á þáttin, sendi mér skilaboð, laust herðatrið hjá þér? Þannig að það er já, það er engin annar sem hafði sendt mér svona pick-up línu, þannig það var mjög skemmtilegt. Þetta er bara gaman að þessu. Já, mjög skemmtilegt. En það þýðir að fólk er að fylgjast með og það er að skoða og það er að gera sér grein fyrir. Og það er ein vinkonu mín sem að sagði sko, wow, þegar ég er búin að hlusta á þáttinn þá bara flýtti ég mér að taka til á öllum snögum og gera pláss fyrir úlpur og kápur sem að gestir myndu koma með. Þannig að, þú veist, það er bara svona litli hlutir sem að geta skipt svo miklu máli. Þannig að akkurat núna eru minnst okkur 3 ef ekki 4 herðatrið í fataskápnum hjá mér í forstofunni, þannig að það eru laus herðatrið, já. Það er algjörlega frábært. Það er skemmtilegt, já. En eitthvað eitt enn sem við getum bætt við í svona, í sáttinn? Já, ég vil endilega minnast á það að hvað litir hafa mikið að segja. Já. Og það væri náttúrulega tilvalið að bæta við einhverjum púðum í einhverjum svona notalegum litum til með dökkbleikt, ef að það passar inn í umhverfið, þá er það náttúrulega litur ástarinnar og litur kærleikans, ekki bara til annara heldur líka til þín, þú þarft að hugsa þig ekki satt. Og vegna þess að víða og ekki bara kannski að hugsa púða í sófann í stofunni sko, eða á rúminu, heldur líka bara í umhverfinu að vera með hluti sem að í einhverju svona notalega litum. Já. Skiptir máli. Já. En svo skulum við aðeins minnast á svefnherbergið. Já, við erum að gera það. Ef þú ert að leita nýju sambandi, ekki vera þá með gömlu dínuna úr gamla sambandinu. Ef að sambandið hefur verið slæmt áður, þá borgar sig að reyna að fá sér nýja dínu. Já, það bara skiptir máli, já. Skiptir máli, já. Já. Og tilvalið að fá sér náttúrulega líka nýtt rúmteppi. Já. Og svo er einmitt þegar maður veit hverjar bestu áttirnar eru og þegar maður fer að pæla svona meira í Feng Shui og læra þess það og fara á námskeið í því og sjá hvað maður getur fengið af upplýsingum sjálfan sig. Já. Þá fer maður að spá svolítið í hvaða element, hvaða frumefni hentar þér best og hvaða tákn í þeim frumefnum og hvaða litir. Þannig að hvaða litir á rúmteppi passa til dæmis best fyrir þig og hvaða mynstur ætti að vera á rúmteppinu. Já, það er alveg niður í það. Getur farið alveg niður í það. Já, en þá spyr ég, ertu með eitthvað námskeið á næstunni sem fólk geti sótt? Já, við erum með námskeið núna í mars. Já.
byrjar, kemur fram á forsíðunni á vefnum mínum, hvenær Já, það er. já, Mér minnir það byrja 14. mars, það eru já, 3 og síðan viku síðar þá er svona eftirfylgni, já, 4. og fólk getur þá líka sent mér myndir inn. Að þeir sem eru að koma á námskeiði já, já. geta sent mér nokkrar myndir inn sem að ég fer þá yfir og skoða og sendi fólki umsagnir myndirnar. Það Er heilmikið, námskeið á netinu? já, Þetta er náttúrulega frábært. svo margt. Algjörlega Já. frábært, já, já. Ég heldur að valentínusardagur getur ekki orðið svolítið skemmtilegur hjá fólki ef að það hérna fer eftir einhverju af þessu sem við erum búin að vera að tala við, eða þú aðalega í dag. Ég bara treysti því. Er það ekki? Svo skiptir svo miklu máli hvernig hugar ástandi við förum í, þegar við förum inn í valentínusar vikuna. Já. Það skiptir mjög miklu máli. Býtu, segðu mér hvaða hérna, hugarástand myndur hvetja fólk til þess að tilenga sér? Þetta með jákvæðnina að leiðarljósi, Já, ef þú ert í góðu sambandi sem þú vilt rækta, gefðu þér sérstaklega að því að hlusta vel á makann þinn. já, mikilvægt. Heyra hvað hann er að segja eða hvað hún er að segja. Og hérna, hvað get ég gert fyrir maka minn, vin minn, vinkonu mína? Setja okkur svolítið ekki bara í fyrsta sæti, heldur aðeins að hvað get ég gert fyrir hina? Já, Þannig að létt að hugsa það. leið og við erum að gefa sérstaklega af okkur til makans okkar eða vina, við fáum það tilbaka. Algjörlega, algjörlega sko, já. Við erum að skapa jákvæðari orku með því að hægja aðeins á okkur, geyma blessaðan síman til hliðar við matarborðið, Já, gefa okkur tíma til að hlusta. það er rosalega mikilvægt og ég held að það sé eitt af því sem að sé vandamál hjá mörgum hjónum og í mörgum samböndum að aðilar heyra ekki, þeir heyra ekki hvort öðru. Þeir heyra en þeir heyra samt ekki. Nei. Það er svona undirliggjandi skilaboð. Svo er náttúrulega líka hitt sem að ég rek mig á í sambandi við stjörnuspekina. Það til dæmis ef að fólk er með mjög sterk krabbaelement í sér að þá segir það ekki hvað það vill. Það horfir á fólk og ég segi stundum, hei, það er ekki allir sem kunna að lesa augu. Af því það horfir stundum og ætlast til að hinn aðilinn viti það. Og við verðum náttúrulega að segja hvað það er sem við erum að óska eftir og ekkert vera pirruð eða reið, heldur fyrst og fremst kannski að segja, veistu það, ég myndi vera svo hamingjusöm eða glöð ef að við getum gert hlutina svona, svona, svona. Frábært. Þannig að finna leið og svo þið strákar, mér langar aðeins til þess að benda ykkur á að við stelpurnar, við elskum blóm, en margir ykkar, það er eitt, sko, margir ykkar líta á blóm sem líka að segja illgresi eða það er óþarf að vera að kaupa þetta deyr eða eitthvað þess að það. En bara, þið viti, ein rós eða lítill rósavöndur á svona degi eins og Valentínusardegi, hann gleður almennt hjarta konunnar, eiginlega hvaða konu sem er. Það er svona bara mjög klassist, svo ég hvet ykkur til þess að hafa það í huga og muna að með einhverju litlu er hægt að áorka svo miklu og það að skrifa kort þó það sé ekki sett í post eða þú er að giska hverju skrifa, heldur bara að senda þeim sem að manni þykir væntum í hvort sem er í sambandi eða hjónabandi eða hvað sem er, bara fallega lítil skilaboð eins og með blómvendi eða bara lítið korta sem er skrifað á eitthvað fallegt og að því það gleður okkur öll að fá hrós eða sjá skrifað á blaði að við séum mikilvæg í augum einhvers annars og ég verð að segja eins og er að eitt það allra besta og það var nú margt gott í sambandi mín og mannsins míns heitis en hann færði mér alltaf rauðarósir ef eitthvað var, það var bara klassist hann sagði bara rauðarósir eru fyrir konur, það er svoleiðis og við
sendum mjög oft svona lítil skilaboð til hvors annars og í dag að þá þarf ekkert að gera annað heldur en að skrifa eitthvað á síman til þess að segja þeim sem að manni þykir vænt hvaðan skiptir miklu máli í lífum hans. Það er það bara, þetta er eitthvað svona svo mikilvægt að muna eftir þessu. Ertu ekki sammála? Ég er algjörlega sammála. Já. Algjörlega sammála. Já. Það skiptir miklu máli. Já, þannig ég ætla bara að segja takk fyrir komuna í dag. Þetta er búið að vera alveg æðislegt að fá svona innspýtingu í Valentínusar vikuna því að þetta viðtal birtist akkurat viku áður en að Valentínusardagur er og þið sem að vilji leita eftir upplýsingum nánari inn á síðun hennar Jónu Bjargar, þið getur farið inn á fengshui, fengshui.is og þú ert með einhverja núna rafbók væntanlega á næstunni, er það ekki? Já, alveg rétt. Núna bara næstu daga þá setjum við rafbók sem er ókeypis til þess að hala niður inn á forsíðuna á vefnum okkar og hún fjallar einmitt þetta sem við vorum að tala í dag og þá fer ég aðeins dýpra í suma hluti og set líka myndir af þessum hlutum sem við vorum að tala áðan. Þannig að ég hvet ykkur til þess að skoða það. Algjör snilld, endilega fengshui.is, ég set upplýsingar það undir myndbandið þannig að þið getið fundið það og ég segi bara takk fyrir að koma og ég vonast til að við eigum eftir að hittast aftur enn á ný í öðru spjalli og ég set líka hlekk inn á fyrra viðtal okkar hér undir þannig að fólk geti tengt sér það. Bara takk æðislega og ég sendi kærleik og ljós til allra í tengslum við Valentínusardaginn. Og ykkur öllum vel.